ráðstefnugestir, elskulega samferðafólk hér á eldfjallinu úti í hafi. Þessa stuttu stund sem við snúumst nokkra hringi saman í kringum sólina. Tilvistin örstutt og merkilegt hve mannskepnunni tekst að marka risastór spor, eitt augnablik í jarðsögunni og láta fara svona gríðarlega mikið fyrir sér. En leið rennur svo hratt upp fyrir okkur öllum að litla tilvistin okkar verður að fara að ganga út á að ganga ekki á. Að ganga út á að ganga ekki á. Já, það viðfangsefnið okkar allra og Sameinuðu þjóðirnar senda okkur lokaviðvaranir og ákall verndun votlendis og friðun náttúru fyrir loftslagið. Og við erum sammála en greinir svo oft á aðferðir. Og ágreiningurinn, hann snýst svo hratt upp í alls konar leynda og augljósa hagsmuni, litla og ennþá minni. Og við hverfum inn í pínu litlu verkefnin okkar og missum stóru sýnina. Og þá það okkar allra að tryggja í sameiningu framtíð jarðar og náttúru, því í hennar skjóli lifum við og engu öðru. Og til þess þurfum við regluverkin okkar, fagleg og löng og óstytt leyfisferli, já, sem margir þurfa að koma að, af því að við þurfum ekki að hugsa okkur tvisvar, heldur 10 sinnum áður en við framkvæmum. Og við ættum að sleppa stórframkvæmdum, sé þess mögulega kostur, eins og okkar ástsæli jöklavísindamaður Oddur Sigurðsson sagði á dögunum þegar hann tók við umhverfisverðlaunum Sigríðar frá Brattholti. Já, og þá ég nú bara komin beint að efninu, beint inn í pólariseringuna, hvirfilbyl, upprópana frá hagsmunaaðilum og fjármagni með risaáætlanir á lofti. Frá pólitík með plön, frá heimafólki, frá sjálfboðaliðum í umhverfis- og náttúruvernd, en þær raddir mega sín lítils því fjármagni ræður og náttúran söluvara á markaði. Náttúrusala Íslands. Það gullgrafarastemming og hér ríkir orkuóreiða og óseðjandi orkuáfergja, fremur en orkuskortur. Og þarna ég komin fingurum beint ofan í sárið, en við þurfum að tala saman, því að ástandið grafalvarlegt á veraldarvísu og við erum vandamálið. Nú sem rithöfundur hef ég í áratugi heimsótt grunnskóla landsins. Oftar en ekki líki erindi mínu við börnin á stórri spurningu: hvað það sem við eigum saman og gerir okkur að þjóð? Ekki kastalar og hallir fortíðar, heldur þráðurinn sem við höldum saman í gegnum tímana. Og ég bíð alltaf eftir svarinu tungumálið, íslenskan, en ég fæ sjaldnast það svar. Oftast fæ ég svarið náttúran. Börnin segja að náttúran sameini okkur hér úti í hafi. Þetta segja þau. Náttúran við og við erum hún. Og hún heildarskipulag. Þannig getum við ekki talað loftslagsvernd án þess að tala náttúruvernd. Við getum heldur ekki látið eins og við séum eina tegundin á plánetunni. Allt samhangandi risakerfi sem við erum hluti af. Hafið, votlendið, víðernin, jöklarnir og vistkerfin og lífríkin öll. Á hverjum degi útrýmast 150 til 200 plöntur og dýrategundir á jörðinni. Leið og allt krefst okkar verndar, af því að við erum hættulegustu og skaðlegustu dýr jarðar. Og við þurfum að hætta að ganga á. Náttúruvernd alltaf stefna hófsemdar og rödd vægðar, þótt margir vilji halda öðru fram. Já, við erum gráðugir neyslufíklar og þurfum að segja upphátt við jörðina: fyrirgefðu hvað við höfum gengið hart á þig. Étið þig hratt upp og gert ráð fyrir að þú þolir allt. Hagfræðingurinn Kenneth Boulding sagði fyrir svo langa löngu: sá sem trúir á takmarkalausan vöxt á plánetu sem á sér takmörk annaðhvort brjálæðingur eða hagfræðingur. En við getum bætt okkur. Við getum gert ótrúlegar breytingar ef við þorum og viljum.
og þá er ég ekki að tala grænar skyndilausnir fyrir litlu hagsmunina og vinsældirnar, heldur alvöru breytingar. Við verðum að fara saman í meðferð og gera áætlun neysluskipti. Við tökum einn dag í einu, sækjum í okkur æðruleysi og alvöru kjark til að breyta því sem við getum breytt. Við þurfum að standa berskjölduð og auðmjúk gagnvart náttúru, á hvítum slopp og lofa að hugsa hlutina upp á nýtt. Og það gengur ekki að mæta í meðferðina á grænum teflongalla og segja, sko, ég ræði alveg við þetta ef ég bara breyti stefnunni smá og gera hana aðeins grænni. Það er svo auðvelt þessar mundir að opna grænþvottahús í trú á að grænar borðskreytingar nægi til að veislan geti haldið áfram. Já, og við þurfum að kasta gömlum ismum og ræða pólitík því hún býr í öllu. Við höfum kastað alls konar ónýtum hugmyndafræðum fortíðar og líka góðum sem gengur bara úr sér af því að þetta er allt bara ferðalag og stjórnmál verða hættuleg þegar þau breytast í trúarbrögð. Það sjáum við svo sannarlega á þessum viðsjálfverðu tímum sem við lifum. Og við verðum að kasta trúnni á endalausan vöxt. Hún er svo jarðtortímandi og hún gengur alltaf út á að ganga á og kemst aldrei undan því lögmáli. Öll gögn sýna að við stefnum í átt að útrýmingu heimsins, segir Thomas Halliday, fornlíffræðingur og steingervingafræðingur. Hann segir þá sem haldi öðru fram, skorta þekkingu eða ljúga. Vist hagfræði er verkfræðið ef plánetan á að lifa okkur af, svo við lifum af. Að umsvif mannkyns vaxi ekki, heldur finni sér farveg innan þolmarka náttúru. Vistvöxtur snýst að heila náttúruna, græða kerfin okkar og kæla vélarnar. Að skipta neyslumynstur felur í sér orkuskipti og ótal aðra nauðsynlegar umbreytingar á lifnaðarháttum okkar. Við erum smá og getum verið fljót að breyta kerfum og ferlum. Og neysluskipti byggja alltaf á loftslags- og náttúruvernd fyrst og fremst. Á verndun vistkerfa, lífríkja og víðerna, en ekki á ótta við skort og baráttu fyrir endalausum neysluvexti. Að skipta neyslumynstur, já, af því að við getum nefnilega ekki framkvæmt okkur frá vandanum, ekki frekar en við getum flokkað okkur frá ofneyslu og við björgum ekki loftslagið með því að fórna náttúru. Já, þetta er fáránlega stórt verkefni og þess vegna tölum við mjög lítið það sem samfélag. Það virðist svo óyfirstíganlegt, en það er það alls ekki. Þið munið, samtal og stórir hagsmunir fram yfir litla. Og til þess að fara í neysluskipti, þá þurfum við að styrkja stjórnkerfið í umhverfis- og loftslagsvernd, því það er mjög veikt. Við þurfum að endurheimta sjálfstætt umhverfis-, loftslags- og náttúruverndarráðuneyti. Slíkt ráðuneyti er mikilvægast allra ráðuneyta og hefur áhrif á allt. Heilbrigði, menntun, atvinnu og efnahag. Þegar umhverfisráðuneyti var stofnað árið 1990, þá ræddu stjórnmálaleiðtogar það sérstaklega að sami maðurinn mætti aldrei vera iðnaðar- og orkuráðherra og umhverfisráðherra. Og að auki að best væri að þessir tveir ráðherrar væru alls ekki í sama stjórnmálaflokki. Þetta þótti nauðsynlegt til þess að fara gætilega og hafa samtal með aðhaldi á milli ólíkra sjónarmiða. Samtal með armslengd, en ekki að sama manneskjan tali við sjálfa sig í spegli með tvo hatta. Það er eintal án aðhalds sem endar gjarnan með því að sérfræðiþekking er hunsuð, handahófskenndar ákvarðanir eru teknar, skorið niður fjármagn til loftslagsmála, vaðið í vindorku og náttúruspjöll án regluverks og rammaáætlun verður jafnvel einfaldur verkefnalisti. Skúffa í orkuráðuneyti fyrir loftslags- og umhverfismál er nýlegur gjörningur og það þarf að vinda á hana vitleysunni. Því nú er lambið í umsjá úlfsins, náttúran er í fangi fjármagns og framkvæmda og þar er ekki samtal, ekkert aðhald. Við skulum rétt í lokin hverfa aftur til árdaga Orkustofnunar.
Faðir minn Gunnar Jónsson vann allan sinn starfsferil hjá Orkustofnun við mælingar, rannsóknir og undirbúning línustaða á hálendinu á tímum stórvirkjana og byltinga í orkumálum. Já, þannig ólst ég nú upp við langa leiðangra óbyggðir þegar fáir áttu þangað erindi, nema kannski fjallarifir og vísindamenn. Og þessar myndir hérna voru teknar í febrúar 1971 inn í Þjórsárverum. Þá þegar var verið að ásælast þetta töfraland fyrir virkjanir og talið rétt að fara í rannsóknir á lífríki svæðisins, stærstu heiðagæsabyggð í heimi. Smíðaður var sleði undir rannsóknastöðina og hún var dregin á snjó með snjóbíl Guðmundar Jónassonar sem sést þarna lengst til vinstri. Já, og þetta var dregin í Nauthaga. Náttúrufræðistofnun fór í kjölfarið í umfangsmiklar rannsóknir á gæsavarpinu í Verunum, votlendi á víðáttu svæði sem við erum enn að tala að raska. Og fyrir hvern? Og hver lokaniðurstaðan? Þessi gamli starfsmaður Orkustofnunar, hann skrifaði í dagbók sína veturinn 1971 Þjórsárverin. Að vetrinum þar þögn og kyrrð sem einungis rofin af veðurhljóðum túndrunnar en með vorinu færist líf yfir verin. Þá flytur gæsastofninn á þetta höfuðból sitt sem hann hefur helgað sér löngu á undan manninum. Grös gróa og lífið kveður dýra, allt yðar þarna af lífi, ungu og gömlu stund. Hlutverk okkar allra á að vera að vernda náttúru og ganga ekki á. Takk fyrir.